Ég vil hafa þetta massa að kalla. Ég vil hafa þetta sköllótt að kalla. Þessi pínlitlu forríku kallar, ég elska á alla. Ég elska það alla. Kalla mig hvað, 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 kalla mig, kalla mig, kalla mig. Alltaf við. Hvernig ertu í rappbönda? Ég svona pínus ennþá slæm sko, en ég búin að vera að þegja meira og minna í mánuði eða 2. Það bara rosa gott að hafa afsökun til að tala aðeins. Það ekki? Jú, ég aðeins að leyfa mér að tala núna. Var þetta bara álag frá himnaríki og helvíti? Já, eiginlega. Þetta svona, alltaf líka kannski það ef ég hefði verið mjög reyndur leikari, þá hefði ég kannski beitt mér öðruvísi. Það svo mikið læti alltaf. Þú veist, ég að öskra yfir stormplötur og það fiðla við hliðina á mér og einhver spila píanó líka við hliðina á mér og allir að syngja eða tala. Þá heyrir maður ekkert í sjálfum sér og þá fer maður að gefa svo miklu, miklu meira. Ég komin til talmeinafræðings sem svona kód sem ég, svona milli þess sem ég þegi, beita röddin upp á nýtt, sko. Því þegar maður komin með meiðsli, þá eina leiðin til stundum að gefa frá sér hljóð að beita sér vitlaust. Já, ok. Og þá, þú veist, þetta verður bara svona vítahringur, sko. Og nýtist þetta eitthvað í rappinu? Jú, algjörlega. Ég alltaf að taka stelpunnar í, ekki alltaf, en þegar við höfum tíma, eins og þegar við vorum með leiksýninguna. Já. Og stundum fyrir tónleika þá ég að taka þær í ykkur svona raddbeitingar, æfingar sem ég hef lært í leiklistarskólanum og svoleiðis, sko. Þetta líka eitt af því sem, sko, mér finnst eins og hefur kannski glatast frá gamla skólanum, þessi rappi, að þá skiptir, sko, raddbeiting svo ógeðslega miklu máli. Já, og maður heyrir það núna í dag, þú veist, með autotune og mumble, já, menn eru svona, ekki eins, þeir hafa ekki þetta power í röddinu eins og, þú veist, Busta Rhymes og fleiri góðir hafa, sko, sem ég held að hafi bara mótast út frá, sko, þú veist, í einhverjum sæferum, old school sæferum, þar sem þú þurfti bara virkilega... Þú varst ekki með tækninar til að autotuna og breyta röddinni og eitthvað. Algjörlega. Finnst þér rappari, heldur að, sko, rappið hafi hjálpað þér í þessu hlutverki? Mér að vera karlmannleg? Nei, ég held nefnilega ekki, af því að ég aldrei að, þú veist, með pungalæti, sko. En ég held kannski, sko, þú veist, ég bara ekkert, þú veist, ég ekkert, sko, þannig séð mjög mikið að leika neitt strák. Ég bara ég og í strákafötum. Já. Ég ekkert eitthvað mjög kvenleg þannig, eða þú veit, hvað að vera kvenlegur. Akkurat. Og ég heldur ekkert eitthvað mjög karlmannleg, en ég kannski alveg töffari og bara hreyfi mig á einhvern hátt og kemur svolítið náttúrulega til mín í rappinu að vera töff. Og það eiginlega bara svolítið frelsandi að fá að vera þannig líka á leiksviði. Að vera ekki að leika, sko, hingað til hef ég svolítið verið að leika kannski svona Object of Desire, eins og þú sást í 1984. Akkurat. Þú veist, og þar svolítið svona verkefni mitt kannski meira að vera sexy konan. Og það ég miklu meira að leika þar, heldur en að fá bara að vera, sko. Þessi hérna Hleyptu mér. Sorry. Takk fyrir. Var ég að gera eitthvað vitlaust? Nú stundum ég ekki alveg viss á öllum reglunum, sko. Það var kannski smá svín, sko, því ég held að hún hafi átt. En þú veist, ok, býttu, halló, hvað líka hér að gerast? Þetta alltaf bara, miðbærinn í tómu rugli, sko. En þú stendur ógeðslega. Já, takk, bara, veit það. Mér sjaldan liði jafn vel í bíl, sko. Það, já. Það ekki gott að segja þér þegar við erum búin að vera rúmt smá stund, bara. Nýkomið bílpróf. Nýkomið bílpróf, það mjög traustveikjandi. Herri, þetta húsið mitt, by the way, hérna heima. Þannig svennurvíkslugi minn og þannig auka fataherbergi, þannig með hvítu. Býttu, þessi gata heiti hvað þetta? Seljavegur. Já, ég skoða íbúðin á þessum tíma. Já, það eru mjög margir sem eignast víst sína fyrstu íbúð hér. Jaha? Já, það var mjög ógeðslega margir sem ég tala við sem voru eitthvað, ég átti íbúð þarna. Og þetta geggja hverfi, sko, þetta eiginlega eina, sko, gatan í Vesturbænum sem ekki full af hostelum. Ég var sem sagt að segja áðan að vorum að tala svona að vera starstruck og þannig. Ég fann ekkert fyrir því að vera að leika í Svanum, samt var þetta svona, það var svona fyrsta svona stóra hlutverki mitt og ég bjó þarna út í Svarfaðardal heilt sumar með Kötlu Margréti og Þorvaldi Davíð og Ingvari og eitthvað. En við vorum öll bara góðir vinir og maður fann ekkert fyrir því eitthvað svona oh my god, þetta er ædolinn mín, eitthvað svona. Nema þarna þegar við lentum á flugvellinum á Egilsstöðum, nei, ég var það á Akureyri. Allavega, þá kemur eitthvað kall og bara svona rýkur upp að
Ingvari og tekur svona selfie með honum og svo svona labbar hann í burtu og það var svona, gerði svo fljótt að maður fattaði líka hvað það gerst og svo kemur hann til mín. Ég stend þarna bara, ég að tala við Ingvar og Kötlu og eitthvað svona og hérna, og kemur eitthvað svona, tekur út um mig eitthvað heldur maður hafi ekki fengið mynd með kallinum? Ég eitthvað, hver ertu? Hvað ertu að gera? Það er svo skrítið. Og svo hérna, þegar við vorum að leika í svona fyrstu senun okkar saman þá sagði Ingvar eitthvað svona virkilega flott hjá þér, bara þetta var góð sena, eitthvað svona og ég eitthvað, ha, já og langaði svo að segja hérna þú líka maður, geðveikt, eitthvað svona en ég kunni ekki við það af því að mér fannst eins og ef ég viðrandi með lægri status inn í hausnum á mér myndi segja það við hann, þá verður það svona já, Ingvar, ég veit þér blessun mína eitthvað svona þú veist, eins og maður megi bara hrósa að maður er með hærri status sem er fáránlegt en það er eitthvað sem ég held að við á Íslandi séum svolítið hrædd við að opna okkur og hrósa. Akkurat. Það er sem sagt í sýningu í bíóhúsum, Háskólabíói, Bíóparadís. Úps. Ok, ég er ömurlega að promota.